Fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar númer 714 haldinn í Ráðhúsi Reykjanesbæjar þann 3. mars árið 2026 klukkan 17 hér með settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Hjörtur Magnús Guðbjartsson, Sigurrós Antonsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Róbert Jóhann Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Helga María Finnbjörnsdóttir, Guðbergur Reynisson, Margrét Sandes, Alexander Ragnarsson, Margrét Þórarinsdóttir og í forsætishúsi sem hér stendur Guðný Birna Guðmundsdóttir. Einnig hér viðstödd Hrefna Gunnarsdóttir, ritari bæjarstjórnar og Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri. Á dagskrá bæjarstjórnar fundarins okkar hér í dag eru 7 mál á dagskrá, fundargerð bæjarráðs frá 19. og 27. febrúar, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 20. febrúar, fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 19. febrúar, fundargerð sjálfbærniráðs frá 25. febrúar, fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 27. febrúar, fundargerð menningar- og þjónusturáðs frá 27. febrúar og að lokum óbyggðar atvinnulóðir svar við fyrirspurn hér 7. mál. Nú kæru bæjarfulltrúar, áður en við hefjumst handa við fundin okkar hér í dag vill forseti upplýsa að erindi barst frá bæjarfulltrúar síðastliðinn föstudag eftirmiðdaginn til að bæta við auka máli hér á dagskrá bæjarstjórnar. Þar sem bæjarmálasamþykkt tiltölulega skýr varðandi dagskráatriði bæjarstjórnar þarf að berast til bæjarstjóra að minnsta kosti 5 dögum fyrir fund. Þannig að við náðum ekki að bæta málinu formlega við dagskrána. En þó segir skýrt í sveitarstjórnarlögum að við getum borið upp erindi hér á þessum fundi, hvort að við getum borið upp hér auka mál á dagskrá og biður forseti því formlega leyfi fundarins að bæta við auka máli. Þeir sem samþykkt geta að bæta við auka máli á dagskrá fundarins að samþykkja það, já. Og hér fara allar hendur á loft. Nú, þetta var sem sagt formlega beiðni frá bæjarfulltrúanum Margréti Þórarinsdóttur að taka fyrir erindi sem varða breytingar hjá flokknum umbót. Í framhaldi af beiðninni bað bæjarfulltrúinn einnig að máli hennar yrði tekið hér fyrst á dagskrá fundarins en ekki lokfundar eins og venja þannig að ber forseti þá beiðni hér upp sérstaklega líka. Sem samþykkt geta það vinsamlega skeiðmerki og hér fara allar hendur á loft og býður þá forseti Margréti Þórarinsdóttur upp í pontu hér að fylgja eftir málinu sínu, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir og kæru bæjarfulltrúar, ég þakka ykkur innilega fyrir að verða við þessari beiðni minni. En ég vil hér upplýsa að ég hef tekið þá vel ígrunduðu ákvörðun að ganga til samstarfs við Sjálfstæðisflokkinn og mun héðan í frá bóka undir merkjum Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Ákvörðunin byggir á málefnalegum samhljómi í þeim stefnumálum sem ég hef lagt áherslu á í störfum mínum hér í bæjarstjórn. Ég mun áfram sinna störfum mínum að ábyrgð og með hagsmuni íbúa Reykjanesbæjar að leiðarljósi. Ég óska að þetta verði bókað. Margrét Þórarinsdóttir, Sjálfstæðisflokki. Þetta Silvi línuna í lokin. Kærar þakkir fyrir þetta. Þetta erindi hér lagt fram þannig að það eru ekkert sérstakt samþykki. Nú þá höldum við áfram með dagskrá fundarins og hefjum yfirferðin okkar á fundargerðum bæjarráðs frá 19. og 27. febrúar síðastliðnum. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti. Ég ætla hér að venju að fara yfir nokkur mál af fundum bæjarráðs í þeim fundargerðum sem hér eru lagðar fram til afgreiðslu. Og að fyrri fundinum þá það fyrsta mál Helguvík Investment. En þar var lagt fram kauptilboð Reykjanesbæjar á lóðinni Stakksbraut 9 og með því held ég að sé rétt að segja að sorgarsögu kísilversins í Helguvík sé lokið og við þekkjum hana nú vel. En þegar verksmiðjan varð gjaldþrota á sínum tíma þá fór mannvirkið og lóðin í hendur dótturfélags Arion banka og hefur verið þar síðan. En á síðasta ári keyptu einkaaðilar mannvirkið og lóðin fylgir auðvitað þarna með og hyggjast þeir rífa mannvirkið og buðu þeir sveitarfélaginu stóran hluta lóðarinnar til kaups. Þegar það tækifæri kom upp þá var einhugur í bæjarráði að kaupa lóðina tilbaka án mannvirkja og tilfinning mín sú að það sé mikill vilji líka hjá meirihluta bæjarbúa
að byggingin fari. En áður en lóðin verður afhent sveitarfélaginu, þá verður byggingin rifin og lóðin hreinsuð. Í bæjarráði var tilboðið því eins og áður sagði samþykkt, en mér var sem formanni bæjarráðs falið að skrifa undir það og bæjarlögmanni svo að vinna máli áfram sem snýr að því að gera drög að samningi sem kemur svo aftur inn í bæjarráð. Í öðru máli á þessum fyrri fundi kom Hreinn Ágúst Kristinsson, deildarstjóri eignaumsýslu og fór yfir gögn vegna reksturs í Gömlubúð, en þar stendur til að opna spennandi stað þar sem íbúar og gestir okkar geta notið þjónustu. Í þriðja máli mætti Guðlaugur Helgi Sigurjónsson, sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs á fundin í gegnum fjarfundabúnað og fór yfir gögn sem hann hafði aflað til þess að geta svarað fyrirspurn atvinnulóðir sem bæjarstjóri mun fara hér yfir í lokfundar, en gögnin voru til umræðu á fundinum til þess að tryggja það að bæjarfulltrúar gætu komið nánari fyrirspurnum á framfæri áður en skriflegt svar væri lagt fram og þóttu þau, það er að segja svarið eða þau gögn sem voru þarna lágu fyrir og svo umræða sem á fundinum varð fullnægjandi. Og því svarið sem bæjarstjóri mun fara hér yfir á eftir byggt á þeim umræðum og umræddum gögnum. En í fjórða máli mættu Erla Bjarný Gunnarsdóttir, lögfræðingur á umhverfis- og framkvæmdasviði og Gunnar Ottosson, skipulagsfulltrúi á fundinn til að ræða framvindu vinnunar við akademíureitin sem hefur verið í vinnslu undanfarið. Og í minnisblaði sem lagt var fram á fundinum var óskað eftir heimild til að finna aðila til að sinna útboðsvinnu í samvinnu við starfsfólk Reykjanesbæjar og að auki var óskað eftir tilnefningu í hóp sem mun sjá samskipti og samningagerð við fjárfesta á þeim reitum sem við á. Og bæjarráð lagði til á fundinum að við myndum byrja á því að starfshópurinn sem hefur haldið utanum þessa vinnslu myndi funda að nýju þær tillögur sem lagðar voru þarna fram í samræmi við umræður á fundinum og málið yrði svo aftur tekið fyrir í bæjarráði þegar að það myndi liggja fyrir. Fimmta málið á dagskrá var þróunar- og samstarfssamningur við Þórukot EHF, en Erla Bjarný sat áfram undir þessum fundalið og lagði fram drög að samstarfssamningi milli Þórukots EHF og Reykjanesbæjar þróun og uppbyggingu verslunar- og þjónustukjarna í Reykjanesbæ. Og við samþyktum á fundinum samþyktum þennan samstarfssamning og fólum bæjarstjóra Kjartanum á Kjartansinni að undirrita hann og fólum Erlu Bjarný lögfræðingi á umhverfis- og framkvæmdasviði að vinna áfram í skilmálum varðandi lóðamál. Svo var það fjórða mál í seinni fundargerðinni, en þar var fundargerð stjórnar Eignasjóðs lögð fram sem verður tekin fyrir hér á fundinum á eftir og þar var eitt mál sem stjórnin hafði vísað til bæjarráðs. En það var fyrsta mál á dagskrá í fundargerðinni og sneri að æfingaaðstöðu Massa sem lyftingadeild UMFN. En í fyrra kom ósk endurbætur frá þeim og hún var tekin fyrir í bæjarráði. En við höfum sérstakan feril í gæðakerfi sem við förum eftir þegar slíkar óskir koma. Og eftir að hafa farið í gegnum þarfagreiningu og fagráð, bæjarráð og í vinnslu svo hjá eignaumsýslunni var ljóst að nokkuð miklar breytingar var að ræða og sem voru kostnaðarsamari heldur en svona áður gerðar áætlanir gerðu ráð fyrir og við gerðum ekki ráð fyrir því fjármagni í fjárfestingaáætlun á þessu ári þannig að eignaumsýslan hafði það fjármagn ekki hjá sér og þess vegna vísuðu þeir málinu aftur til umræðu í bæjarráði. Og þar var málið rætt og ákveðið var að vísa endurbótum eða þessum fyrirhuguð endurbótum í umræðu fjárfestingar á næsta ári sem byrja núna, við förum að ræða það eftir sumarleyfi og fól deildarstjóra eignaumsýslu hins vegar að meta hvort það væru einhverjir hlutar framkvæmdana sem teljast varða öryggismál sem ekki má bíða með þannig að ég vænti þess að þegar við verum búin að staðfesta fundargerðina hér á eftir að hann fái það verkefni til sín. En svo voru bara hinn ýmsu mál tekin fyrir á báðum fundum. Við vorum með 3 umsóknir tækifærisleyfi og auglýsingu framboð í stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga, 5 fundargerðir og 1 breytingu í stjórn Brunavarna Suðurnesja.
kæra það ekki fyrir þetta. Orðið er laust fundargerðir bæjarráðs. Margrét Þórarinsdóttir. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir fundargerð bæjarráðs frá 19. febrúar lið 4 akademíureitur. Ég vísa til fyrri bókana fulltrúa Sjálfstæðisflokks og umbótar akademíureitin þar sem ítrekað hefur verið kallað eftir heildstæðri umferðarlausn, skýrri stefnumótun og vönduðum undirbúningi áður en ráðist í útboð og sölu byggingaréttar. Að ræða umfangsmikið og áhrifamikið þróunarverkefni fyrir sveitarfélagið með veruleg áhrif á samgöngur, þjónustu og fjárhagslega stöðu Reykjanesbæjar til framtíðar. Slíkt verkefni krefst þess að forsendur, markmið, greiningar og samningsrammi liggi skýrt fyrir áður en tekin eru frekari skref. Þar sem máli verður tekið aftur fyrir í bæjarráði er mikilvægt að sú umfjöllun fari fram á grundvelli, fullnægjandi gagna og skýra stefnu áður en lengra er haldið. Ég óska þetta verði bókað og undir þetta rita Margrét Þórarinsdóttir, Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson og Alexander Ragnarsson, Sjálfstæðisflokki. Orðið er laust. Forseti vill aðeins koma hér upp undir fundargerðum bæjarráðs og ræða sérstaklega mál númer 1. Forseti man rétt varðandi kísilverið og leggja fram bókun meirhlutans þetta góða mál. Sem hljóðar svo. Meirihluti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar fagnar því að verið sé að samþykkja kaup á stórum hluta af lóð kísilversins aftur til bæjarins. Nú kemur lóðin og afsal hennar aftur til okkar og við getum dregið hér línu í sandinn á því sorgarverkefni sem uppbygging þungsiðnar í Helguvík var. Loforð 300 störf, bestu mengunarvarnir sögunar og best launuðustu störf í manna minnum eru tálmundir sem urðu ekki. Nú getum við í Reykjanesbæ 9 árum síðar andað léttar og skipulagt okkur til framtíðar. Nú fljótlega verður hafist handa við niðurrif verksmiðjunnar á lóð Reykjanesbæjar og hægt verður að auglýsa nýjar atvinnulóðir á góðum stað í höfnun okkar. Við fögnum þessum verðuga áfanga og þessum 9 tímamótum fyrir framtíð Reykjanesbæjar. Orðið er laust hér í blálok fundargerðum bæjarráðs. Hér hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs, þessi samþykkt geta fundargerðirnar vinsamlega skefmerki. Og hér fara allar hendur á loft. Nú við höldum áfram kæru bæjarfulltrúar og erum hér komin að öðru máli á dagskrá fundarins hjá fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 20. febrúar og að venju hefur forseti umfjöllun á þeim málum fundargerðina sem þarfnast sérstakt samþykki. En í kvöld er hér einungis eitt mál að ræða og það er mál númer 5, Faxabraut 7 grenndarkynning. Hérna verður að sækja heimild til að hækka þak á fasteigninni 1,5 meter og bæta við kvistum. Samþykki meðeiganda liggur fyrir og grenndarkynningu er lokið. Ein mótmæli bárust vegna skuggavarps en í rýningu gagna hefur komið í ljós að skuggavarp hefur ekki áhrif á aðliggjandi byggingar eða dvalarsvæði og því samþykkir umhverfis- og skipulagsráð erindi. Orðið er laust mál númer 5. Þeir sem samþykkja mál númer 5 vinsamlega skefið merki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú áður en að forseti opnar hér umræðan fundargerðina að öðru leyti vill forseti taka hér sérstaklega fyrir mál 7 og vísa bæjarfulltrúum á það mál í fundargerðinni sem ber heitið umferðaröryggi 2026-30. Þarna er að ræða áætlun sem er metnaðarfull og er byggð á raungögnum og við höfum verið að bíða eftir frekari gögnum þetta mál. Þarna eru tilgreind góð verkefni eins og meðal annars fjölgun á gangbrautum, lýsingu og önnur þörf verkefni sem eru nauðsynleg til að tryggja öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda. Það sem er mjög gott í þessari skýrslu og vill forseti beina áherslu bæjarfulltrúa á er að skýrsluhöfundur bráðaflokkar við framkvæmdirnar bæði eftir árum og hversu brýn verkefnin eru.
En eftir lestur á þessari skýrslu og hversu mörg verkefni eru þarna flokkuð sem brýn, vill forseti leggja til að málinu verði vísað til bæjarráðs til frekari skoðunar. Þannig að það hér tillaga forseta varðandi mál 7 sem hér að sjálfsögðu opið til umræðu og fundargerð í heild sinni. Róbert Jóhann Guðmundsson, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti og kæru bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég einmitt að koma hér undir máli númer 7, aðgerðaáætlun umferðaröryggi. Með leyfi forseta, það langar mér bara svona aðeins að fá að grípa niður í innganginn í þessari aðgerðaáætlun og þannig að við séum alveg með hérna á hreinu hvað þetta snýst. Sko, þetta greining og forgangsröðun lýsingar úrbóta 2026-2030. Markmið þessar aðgerðaáætlunar að greina og forgangsraða úrbótum á lýsingu við umferðarmannvirki í Reykjanesbæ. Með það að leiðarljósi að auka öryggi vegfarenda árið 2024 var gerð umferðisöryggisáætlun fyrir Reykjanesbæ. Þar voru helstu vandamál greind og settar voru fram tillögur og markmið fyrir bættu umferðaröryggi í sveitarfélögum. Áætlun þessi næri við 5 ára tímabil 2026 til 2030 og byggist á faglegri greiningu á lýsingaþörf, kostnaðargreiningu, samanburði eða samvinnu á 2 lýsingakerfum sem eru Breckmann og Toronto Blink. Sjá lýsingu í viðauka. Áhersla lögð á ábyrgð og gegnsæi, hagræðingu og framkvæmdum og fjárveitingu. Kæru bæjarfulltrúar, ég legg það til að við komum og vinnum eftir þessu, við fjármögnum þetta verkefni, þetta gríðarlega mikilvægt, þannig að börnin okkar komist heil götur og gangbrautir bæjarins. Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, já, ég verði nú aðeins að taka undir með þér, bæjarfulltrúi Róbert, að þetta mikilvægt og loksins erum við að setja þetta mál í einhverja alvöru. Það var mjög skemmtilegt að vera á þessum huskfundi. Þetta var skrítin huskfundur, það voru ekki nema 1/3 af venjulegum málum þarna, en það voru við búin fyrir 10. En það var mjög gott að fá þessa kynningu og gott að fá skilningin á þessu tæki sem varar við umferð og þetta bara mikilvægt og ég sammálaði því, við eigum bara að drífa þetta af. En það var annað mál á þessum blessafundi, það var mál númer 8 sem var bætt inn á fundinu sjálfum og það samstarf hringrásariðngarð, erindisbréf. Þetta erindisbréf hafði reyndar komið við í bæjarráði og þarna var lagt fram drög að erindisbréfi faghóps sem hefði það hlutverk að vera ráðgefandi lóðaúthlutanir í takt við markmið hringrásariðngarðs. Þarna verið að tala Helguvíkina aðalega og við samþykktum að skipa formann, skipulagsfulltrúa og sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs í faghópinn en við vildum auðvitað fá nánari kynningu á verkefninu. Og þarna á fundinu var svona svolítið dæmt á okkur þessu erindisbréfi. Ég var nú ekki búinn að lesa þó það hafi verið í bæjarráði, held í janúar. Þannig að eftir að maður fór að skoða erindisbréfið betur þá það svolítið einhliða frá Kategó og það mér finnst vanta kannski þannig Kategó vill að við pössum að tala við þá í sambandi við lóðirnar í Helguvík. Mér finnst vanta kannski að Kategó tali við okkur í sambandi við lóðirnar upp á Ásbrú og ég held við þurfum að taka þetta erindisbréf svolítið svona
aðeins til betri skoðunar og við ætlum því, eða ég ætla að setja hérna fram bókun fyrir okkur Sjálfstæðisflokkinn og hefst þá lestur með leyfi forseta. Sjálfstæðisflokkurinn tekur jákvætt í markmiðum sjálfbæra atvinnuuppbyggingu og þróun hringrásar iðngarðs við Helguvíkurhöfn. Hins vegar ljóst að samkvæmt erindisbréfi verið að setja á laggirnar faghóp sem á að meta umsóknir lóðir, móta fagleg viðmið og leggja forsendur fyrir þróun svæðisins. Þótt formlegt skipulagsvald og loka ákvörðun liggi hjá sveitarfélögunum mun mat og vinnulag þessa hóps hafa veruleg áhrif á uppbyggingu til framtíðar. Því mikilvægt að afmarka sér með ótvíræðum hætti hvernig ráðgefandi hlutverk hópsins samræmist lögbundnu skipulagsvaldi sveitarfélagana og á formleg staða og skuldbinding Reykjanesbæjar liggi fyrir. Jafnframt telja fulltrúar Sjálfstæðisflokksins nauðsynlegt að skilgreint verði hvernig hlutverk hópsins varðandi þróun svæðisins, mótun viðmiða og mat á lóðaumsóknum fellur að formlegri ákvörðunartöku sveitarfélagana. Að ræða verkefni sem mun lifa lengur en eitt kjörtímabil og móta þróun svæðisins til lengri tíma. Slík verkefni krefjast vandaðs undirbúnings, skýrrar afmörkunar, ábyrgðar og breiðs pólitísks trausts. Þó svo að undirritaður hafi samþykkt á fundinum að formaður og starfsmenn USK verði skipaðir í hópinn vil ég benda á að í niðurlagi bókunar USK kemur fram að óskað eftir nánari kynningu á verkefninu svo sem erindisbréfinu. Til dæmis væri fróðlegt að vita hvers vegna lóðir á Ásbrú ekki líka inn í þessum faghópi. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja því mikilvægt að ekki verði gengið lengra í skuldbindingum á grundvelli þessa erindisbréfs fyrir en framangreind atriði hafa verið skýrð. Við óskum eftir að þessu máli verði frestað og sent til kynningar í umhverfis- og skipulagsráði áður en undirritun Reykjanesbæjar sett á skjalið. Og en aftur ég óska eftir þetta sé bókað og undir þetta rita Guðbergur Reynisson, Margrét Sanders, Margrét Þóransdóttir og Alexander Ragnarsson, Sjálfstæðisflokki. Hjörtur Magnús Guðbjörnsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég tók þátt í sambærilegri umræðu sem átti sér stað á síðasta fundi atvinnu- og hafnaráðs og okkar skilningur var ekki svona svakalega djúpstæður. Við finnst einmitt í erindisbréfinu þar sem segir þetta til 1 árs. Ég hef í gegnum tíðina verið fullur efasemda einmitt afskiptasemi annarra en sveitarfélagsins að skipulagsmálum í sveitarfélaginu en þess vegna fannst mér fyrst og fremst þegar við tókum þessa umræðu hjá okkur mikilvægt að þarna væri ekki bara embættismenn eða starfsfólk sveitarfélagsins heldur líka kjörnir fulltrúar af því að svona stór mál eins og skipulagsmál á öllu Helguvíkur og Bergvíkur svæðinu eru bara hápólitísk mál og hvert við viljum stefna en ég ætla að leyfa mér að fullyrða í umræðunni á fyrsta fundi sem átti sér stað núna í vikunni var mikil áhersla lögð á að þessi hópur myndi ekki þvælast fyrir. Að þetta væri ekki enn ein stjórnsýslueiningin sem myndi funda mánaðarlega og verkefni þurfti að bíða mánuðin saman eftir afgreiðslu að því að það þarf að fara frá ÖSK til faghópsins til ÖSK aftur í afgreiðslu. Að það yrði allavega mótuð skýr stefna að hópurinn myndi funda innan 1 til 2 daga frá því að erindi berast og að það væri flæði á milli. Ég held að sé töluverð óvissa að því að Katigó veit fyrir víst að þeir eru sjálfur að vinna skipulagið innan Suðurnesjabæjar en það liggur ekki ljóst fyrir hjá þeim hver staða á lausum lóðum og svoleiðis innan Reykjanesbæjar að því að það bara mikið að vera. Bara síðan þessi umræða þennan faghóp byrjaði hafa lóðir verið tekna frá. Þannig að við þurfum að passa að allir séu með hlutin á hreinu og allir séu jafn upplýstir.
Þannig að ég held að í þessu ársverkefni til tilraunar sé bara besta mál að við séum sem flest og okkar rödd heyrist rækilega frá Reykjanesbæ innan þessa hóps, bæði kjörinna fulltrúa og starfsmanna, þannig að við vitum og þau viti líka hvert við viljum stefna. Róbert Jóhann Guðmundsson. Forseti, bæjarfulltrúar, góða gestir. Ég kem hér undir einmitt máli númer 8 og ætla aðeins að tjá mig. Árið 2006. Bandaríski herinn fer frá herstöðinni Keflavík og ríkið stofnar félag sem hét Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar og verður síðar að Katúkó. Hlutverk félagsins var að selja eignir sem ríkið fékk við brotthvarf Bandaríkjahers. Þetta gekk vel til að byrja með. Árið 2008 verður bankarhrun á Íslandi og víðar. Eðlilega hægist á öllu en að lokum tekst Katúkó ætlunarverkið, það er að selja eignir sínar á Ásbrú. Þá eru góðar að dýðir og félagið þarf að finna sér nýtt hlutverk. Og Katúkó fer að sýsla og þróa land ríkisins innan marka sveitafélagsins. Og nú 20 árum eftir að bandaríski herinn fór, erum við enn með Katúkó sem stóran landeiganda í sveitafélaginu. Það er svo fletta. Þá kem ég að þessum faghóp. Meginmarkmið faghópsins er að vera vettvangur og samstarfs Reykjanesbæjar, Suðurnesjabæjar, Reykjaneshafnar og Katúkó þróun landsvæðis sem nær yfir sveitafélagsmörk Reykjanesbæjar, Suðurnesjabæjar og Suðurnesjabæjar. Í daglegu tali kallað Helguvík-Bergvík við Helguvíkurhöfn. Hópnum er falið í sinni vinnu að taka tillit til þróunaráætlunar svæðisins sem fékk verkheitið HP 64 og síðan formlega heiti K64 hringrásar inngarður. Þróunaráætlunin var unnin í samvinnu milli Reykjanesbæjar, Suðurnesjabæjar, Reykjaneshafnar og Katúkó og endurspeglar því áherslur á forsendur þeirra vinnu og viðkomandi samstarfsaðila. Faghópurinn er einungis til umsagnar og hefur ekki ákvörðunarvald. Loka ákvörðunum úthlutun lóða liggur ávallt hjá viðkomandi sveitafélagi. Það er svo allt annað mál hvort við teljum eðlilegt að ríkið, Katúkó, sé að sýsla með löndin sveitafélagsins sem orðið löngu tímabær umræða. En meðan svo tel ég rétt að ákvörðun með þessum hætti getum við gert þetta vel og í sameiningu. Takk. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Þetta erindisbréf var lagt fyrir bæjarráð í janúar. Það við minnir 8. janúar. Nú erum við komin í mars og það eru 2 mánuðir í kosningar. Við veltum því fyrir okkur hvort að við eigum að fara út í þetta. Hvort að því að við hér inni erum ótrúlega mikið sammála. Og ég verð að játa mistök eða ekki að ég var mjög upptekin af því að við erum með 3 aðila sem eru að gera ýmislegt með þetta svæði og það vantaði kannski samtal. En það kom mér á óvart þegar ákveðin hópur frá Katúkó kom á fund bæjarráðs fyrir þó nokkru og var búin að koma með hugmyndir og byggja upp og fara til útlanda og kynna bara ýmislegt sem að þau voru með hugmyndir þetta landsvæði. Var þetta söluferð? Nei, vantilega ekki, en þetta var ótrúlega sérstakt vegna þess að þá einmitt voru fulltrúar frá atvinnu- og hafnaráði og umhverfis- og skipulagsráði og þá kom einmitt þessi umræða, það verður að vera meira samtal. Síðan þá höfum við verið einmitt að hugsa hversu eru við sem sagt bara hér að samþykkja það að landeigandi eigi bara að koma að, og nú ætla ég að vitna í þetta erindisbréf sem að nota bene ég samþykkti í bæjarráði líka og er
ekki í pólitískri umræðu með þetta mál. Það verður bara að segjast alveg eins og er. Þannig að ég bara svona velta þessu upp. Í þessu erindisbréfi stendur: meginmarkmið faghópsins er að vera vettvangur samstarfs Reykjanesbæjar, Suðurnesjabæjar, Reykjaneshafnar og Kategó þróun landsvæðis sem næri við sveitarfélagamörk Reykjanesbæjar og Suðurnesjabæjar. Þarna staldra ég við. Staldra við þar sem við erum að hleypa ríkinu að því að þróa landsvæði sem eru hjá okkur. Og ég bara velti fyrir mér hvort að þeir mega ekki vera fyrir náð og miskunn, að þeir mega auðvitað koma einhvern veginn að þessu þegar við kölluðum til, en eigum við virkilega að samþykkja erindisbréfi svona núna? Ég allavega vil staldra við, það má þó segja, sem í samtali mínu við formann bæjarráðs, að það er ein góð málsgrein, eða tvær, hérna inni, þar sem stendur: faghópurinn tekur formlega til starfa í janúar 2026, við erum núna komin í mars, og umhverfis- og skipulagsráðherra að fá frekari kynningu áður en við hleypum sjálf í gegn, sko. Og verður starfræktur í 1 ár til reynslu. Að þeim tíma liðnum skal árangur hópsins metinn út frá tilgangi hans og stöðu uppbyggingaverkefna á svæðinu. Ég bara svona velti fyrir mér, erum við að búa til eitthvað sem heitir við erum að búa til fordæmi þar sem að landeigendur eru að koma að þróun svæða. Hugsum aðeins, akademíureiturinn. Af hverju er ríkið ekki með okkur þar? Þetta er ríkiseign og ríkið á alveg ótrúlega mikið af landsvæði. Og síðan eru landeigendur, Reykjanesbær á frekar lítið af landsvæði, og vilja landeigendur núna fara að koma í einhvern þróunarsamning með okkur með ákveðið land. Þetta er sett fram til umhugsunar og ég fagna því að umhverfis- og skipulagsráð vilji koma betur að þessu og vilja taka umræðu betur. Þannig að við höfum allan tíma til þess að anda þessi kviðin vonandi. Spurning hvernig við höfum að bóka þetta, forseti. En hitt sem að ég bara set stórt spurningamerki við, sem að kom svo réttilega fram hjá bæði bæjarfulltrúa Hirti og bæjarfulltrúa Róberti, að við erum þarna að stofna hóp og við erum komið 3 embættismenn, þeir nefndu það ekki, en þeir nefndu eitt embættismenn versus stefnumótun, þar sem eru 3 embættismenn og 2 pólitíkusar. Og við vitum að það er að koma kosningar og það verða kannski meirihlutaskipti eða einhverju aðri verði meirihluta og ekki allir saman í meirihluta. Þannig að þetta er ekki einu sinni verið að bauna á meirihluta núna. Það er bara verið að segja, það eru formaður atvinnu- og hafnaráðs og formaður umhverfis- og skipulagssviðs, sem að eru í hópnum 2, og síðan erum við með hafnastjóra, skipulagsstjóra og svo sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs. Þannig að við erum að búa til embættismanna sem er, ég trúi mér að ég vil hafa þá með í vinnunni, en ef að þeir eru að farnir að samþykkja í þessu samráðshópi eitthvað og svo kemur þetta fyrir uskið, segjum bara sem dæmi, erum við þá að fara að segja nei, við erum bara algjörlega á móti þessu. Það er mjög erfitt, við vitum bara hvernig fyrirtæki eru að tala við okkur og ýta og vilja ákveðna lóðir og svona, og þetta er samþykkt á einu stað og hafnað á öðru og svona. Ég bara, því meira sem ég hugsa þetta, þá er ég svona sannfærður að kannski erum við ekki alveg á réttri leið þarna. Og ég heyrði einmitt í gær frá dæmi að það var á Suðurlandinu, þar vildi ríkið akkurat fara í svona samstarf þróun á ferðamannastöðum í landi ákveðinna sveitarfélaga, og sveitunum sögðu bara nei. Og það var bara að hlusta á það. Og það var bara þannig að ríkið var kallað til og ríkið var með, en hérna erum við að segja að Kategó er að koma að þróun svæðisins. Og það er eins og þeir séu kominu með einhver völd með þróunina. Ég bara að kasta þessu fram til umhugsunar. Takk. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Já, virðulegi forseti. Ég held að það sé mjög mikilvægt, hvað sem okkur kann að finnast Kategó,
þá fór formaður umhverfis- og skipulagsráðs hér vel yfir það að grunnurinn af þessa, því hér var líka verið að ræða lóðir sem Katego heldur utanum fyrir hönd ríkisins hér á Ásbrú, til dæmis í Ásbrúarhverfi, að þá snýr þetta bara að þessu formlega þróunarverkefni þar sem við sannarlega Reykjanesbær vorum aðilar að þegar að verkefni K64 og þarna voru HB64 þarna undir. Það er þarna ákveðið formlegt heiti og við getum rugglast vel með það. En allavega að þarna er tilbúin þróunar áætlun. Við erum með Katego sem heldur á landi Suðurnesjabæjar megin og við eigum okkar land Helguvíkur megin og höfum verið í samtali í langan tíma að þróa þetta svæði mögulega sem einhvers konar heild. Og ég held að það sé líka bara ákveðin svona kostur fyrir okkur að nýta, og við ætlum að fá að sletta hérna, þá resursa sem að Katego hefur haft sem svona markaðssetningatól og okkur hefur alveg þótt ágætt að geta verið þess innan undir þar. En allavega þá held ég að við séum svo líka svolítið að rugglast með þetta erindisbréf. Það er sannarlega tekið á dagskrá umhverfis- og skipulagsráðs, en erindi snýr ekki að því að umhverfis- og skipulagsráð þyrfti að samþykkja erindisbréfið. Bara svo það sé alveg skýrt. Erindisbréfið er tekið á dagskrá til þess að skipa í faghópin. Erindisbréfið var tekið á dagskrá bæjarráðs 8. janúar og þar var það bara samþykkt og Kjartani Má Kjartanssyni bæjarstjóra falið að skrifa undir samstarfssamninginn að því lútandi og þá er málið bara komið. Þannig að það þurfti ekki að samþykkja þetta erindisbréf í þeirri fundargerð sem við erum að fjalla hérna í dag. Bara svo ég vona að þetta hafi verið nokkuð skýrt. En að því sögðu þá þótti okkur mikilvægt að því að bæjarráð fékk þetta erindisbréf auðvitað inn til sín, þarna til samþykktar. Og þótti okkur mikilvægt að hafa bæði þarna inni að faghópurinn væri skipaður til reynslu í 1 ár en að við hefðum þennan 30 daga, við getum sagt honum upp með 30 daga fyrirvara. Þannig að ef það er eitthvað þarna sem okkur hugnast ekki, að við lendum í einhverjum aðstæðum sem að við teljum ekki vera þess eðlis að við séum að vinna að hagsmunum sveitarfélagsins, þá sé ég bara ekkert annað í stöðun en að við sendum inn skriflega uppsögn í þessum faghópi. Af því að það er líka bara alveg skýrt að ákvarðanataka er alltaf hjá sveitarfélaginu. Við erum ekki að framselja neitt vald eða gefa einhverjum eitthvað vald yfir okkur. Við stýrum alltaf ferðinni. Við höfum skipulagsvald innan okkar sveitarfélagamarka. Þannig að ég er ekki hrædd við það að faghópurinn taki til starfa og við könnum það hvort okkur takist í sameiningu að þróa, sérstaklega núna þegar við sjáum að við erum að kaupa þarna mikilvægar dýrmætar lóðir sem að munu koma okkur vel inn í framtíðina. Að við séum með faghóp sem rýnir umsóknir sem koma, því að ég er alveg viss að það skiptir okkur líka máli hvar í Suðurnesjabæjar megin. Að við getum þá komið okkar skoðunum á framfæri varðandi það. Af því eins og ég segi, við getum sagt upp þessum faghópi með 30 daga fyrirvara. Hjörtur Magnús Guðbjörnsson, gjörðu svo vel. Leifur tæknimaðurinn. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mig langaði bara að svara hérna því sem bæjarfulltrúar Margrét Sanders sagði áðan varðandi aðkomuleysi. Það hefur akkurat verið aðaláhyggjuefni mitt í gegnum tíðina í tengslum við K64 og HB64 þegar við höfum mætt á kynningafundi og okkur hefur verið kynnt eitthvað og ég hef ítrekað sagt í tengslu við þessi mál að ég þoli ekki þegar einhver annar er en sérfræðingur í okkar eigin landi og við höfum ekkert í þá. Breytingin sem hefur átt sér stað núna versus þann hóp sem er undanfari þessa hóps er að nú erum við komið með röddkjörina fulltrúa þarna inn.
það hefði alveg mátt hugsa það betur með aðkomu minnihlutans hins vegar. Ég held að það hefði verið bara kærkomið að hafa fulltrúa minnihlutans í þessum hópi líka, en að hafa í öðrum samráðshópum eins og samráðshóp Usk og Atvinnu- og Hafnaráðs fulltrúar minnihlutans unni bara jafn góða vinnu og hver annar, þannig að þeir eru velkomnir fyrir mitt leyti. En aðalatriði að hópurinn núna skipaði bæði kjörnum fulltrúum og starfsmönnum sem vinna alla daga við þessi verkefni, þannig að rödd okkar sem bæjarstjórnar heyrist inn í hópinn og að við komum að. Skilningu minn að þessum fyrsta fundi sem var haldinn núna í vikunni einmitt að þessi hópur til þess að gefa álit en ekki úrslita afstöðu, og okkar fólk, bæði starfsfólk og kjörnir fulltrúar, eru með í ráðum alla leiðina. Það það sem skiptir mig höfuðmáli í þennan tilrauna tíma, að við missum ekki hvort sem það eru eiginleg skipulagsvöld eða bara sérfræði þekkingin, og hún sé á höndum einhvers annars eins og til dæmis Katego. Við erum þá allavega við borðið og erum jafn við Katego í þessum hóp. Kjartan Má Kjartansson, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, hann búið að segja mjög margt af því sem ég ætlaði að segja í þessu máli. Þannig að ég ætla ekki að bæta miklu við, en ef ég man rétt, ég var að reyna að fletta því upp hér en það tókst ekki, þá held ég að það minnir mig að í lögum Katego, þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, sé hlutverk félagsins bæði að selja eignir og þróa land í eigu ríkisins á svæðinu. Mér minnir að það sé þannig, og ef það er þannig, þá held ég að félagið sé svo sem að bara rækja skyldu sína samkvæmt lögum. Og ég ætla líka að minna á að þessi áætlun K64 hefur kostað mikla peninga. Marga peninga. Og það hefur alfarið verið greitt af þeim peningum sem að Katego fékk, eða ríkið fékk fyrir sölu eigna. Og þannig að ég held að við ættum bara aðeins að anda rólega og nota þetta ár sem framöndan eða hafið til þess að þróa þetta samstarf, og eins og hér hefur komið fram, ef okkur líst ekki á það eða okkur finnst þetta að vera að fara eitthvað aðra átt heldur en við kærum okkur og þá hættum við þessu bara. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Það kemur verulega óvart að það sé þegar hafið þetta samráð og að menn séu farnir að hittast. Ég stóði þeirri meiningu að þetta var sett inn á fund umhverfis- og skipulagsráðs, algjörlega óundirbúið og menn vissu ekki af því, og þar var komið með þessa tillögu að það væri formaður og 2 embættismenn, bara skipulagsfulltrúi og sviðsstjóri, og síðan í Atvinnu- og Hafnarráði að þarna það hafnarstjóri og formaður. Þannig að ég held að þessi fundagerð væri bara núna til afgreiðslu og síðan myndi þetta fara af stað. En við gerum allavega alvarlegar athugasemdir við þá skipan í hópinn. Annað sem að kemur verulega óvart að þetta er tekið fyrir hjá umhverfis- og skipulagsráði 20. febrúar og þar þetta erindisbréf og þar skrifar undir, þetta erindisbréf og þess að þetta virðingafyllst fyrir hönd Katego, Pálmi Freyr Randversson, framkvæmdastjóri. Bæjarstjóri er ekkert búin að skrifa undir þetta erindisbréf sem er tekið fyrir hjá umhverfis- og skipulagssviði. Þannig að ég allavega persónulega myndi vilja, ef ekki búið að skrifa undir, að breyta þá orðalaginu vegna þess að ég fagna samstarfsins. Ég myndi vilja víkka það eins og vorum að segja, myndi vilja hafa það öðruvísi og ég myndi vilja hafa þetta samstarfsvettvang Suðurnesjabæjar og Reykjanesbæjar og þá Reykjaneshafnar, en myndi segja í samstarfi við Katego.
og það er bara eðlilegt eftir alla vinnuna sem Katíkó búið að leggja og ég ætla bara að segja það hér, ég ætla ekki að vera að gagnrýna því að það kom örugglega þannig út áðan, ég var að gagnrýna Katíkó og þá vinnu og takk fyrir bæjarstjóri að nefna það að við vorum lánsum eins og þið segið, að þetta var greitt af öðrum og það var ákveðin vinna sem fór í gang en við hefðum kannski getað komið sterkari inn í þetta og kannski bæði ég og þú og hinn og hinn og hinn og hinn. En það sem að ef að bæjarstjóri er ekki búinn að skrifa undir þá myndi ég allavega vilja segja að þetta væri samstarfsvettvangur sveitarfélagana og þá í samstarfi við Katíkó þannig að við erum ekki búið til fordæmi. Ég er svona, það truflar okkur. Ef ekki, þá er hægt að segja upp þessu erindisbréfi og endurnýja það. En ég fannst allavega og finnst, þegar við höfum rætt þessi mál, þá erum við meira sammála en ósammála þetta. En aftur, við gerum alvarlegar athugasemdir við skipan hópsins og aftur ítrekka, það eru 2 mánuðir í kosningar og það verða vonandi, ef við sjálfstæðismenn vonum það verður breyting á meirihluta og þá verður kannski einhverju aðra í minnihluta og ef þessi samstarfsvettvangur á að lifa. Þannig að þetta snýst ekki það að við viljum endilega vera á borðinu, okkur finnst þetta bara lýðræðislegt. Af því að þessi nefnd með heilmikið vald þó að fari inn í uppskjöðu eftir. Það er mjög erfitt að snúa við ákvörðunum sem að verða í svona nefnd. Það er búið undir þetta. Ég er búin undir þetta. Akkur er það ekki? Þetta voru undir þetta hafrætt bara. Guðbergur Reynisson. Forseti, bæjarfulltrúar, ef að það er orðið ljóst að það sé búið að undirrita þetta erindisbréf og þessu sé þar með lokið, þá er kannski erfitt að eiga við það, en ég hefði haldið að við viljum öll bæjarfulltrúarnir hafa góðan samstarfsvettvang, bæði meirihluta og minnihluta í öllum þessum málum. Ég hefði viljað að við myndum kannski fela samráðshópi umhverfis- og skipulagsnefndar og atvinnu- og hafnaráðs að taka þetta erindisbréf aðeins og fá jafnvel þessa kynningu sem við vorum að ræða inn í umhverfis- og skipulagsráði, fá hana þar og þá jafnvel að sá hópur, þessi samráðshópur sem eru bæði meirihluti og minnihluti og þessir embættismenn allir eru inn í staðinn fyrir að vera búið til nýja hópa, að þá getum við bara nota þann hóp og Katíkó geti fengið sæti við borðið sem ráðgefandi aðili. Ég vil bara leggja þetta til, hvernig ger ég það, bóka ég það, að ég leggi það til að þessu verði vísað til samráðshóps, atvinnu- og hafnaráðs og umhverfis- og skipulagsráðs. Fyrirgefðu bæjarfulltrúi Róbert að ég setti atvinnu- og hafnaráðið undan. Ég skal svara þér. Já, kæru bæjarfulltrúar, hér eru ýmsar umræður fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs. Mér finnst kannski eðlilegt, bæjarfulltrúi Guðbergur, svo ég svari þér, að senda viðkomandi erindi þá inn til bæjarráðs til umfjöllunar varðandi hópinn sjálfan og hvernig hann var tilnefndur. Við leysum það ekki á þessum fundi, en það finnst mér eðlilegt í anda stjórnsýslunar að vísa ég þangað inn til frekari umræðu. Að við getum þá rætta þar á vettvangi bæjarráðs varðandi skipan hópsins og hvernig hann er byggður. En orðið er áfram laust. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég ætlaði nú að koma hér undir máli 7 sem ég taldi að forseti hefði gefið orðið laust en ætla aðeins að blanda mér þó í mál 8 með leyfi forseta að fara út af því sem var sagt hér í upphafi. En ég ætla nú ekki að fara djúpt í það, en það er kannski eitt og kannski sem að við þurfum bara að hafa í huga að í fundagerð bæjarráðs frá 8. janúar, þar er í fundagerð að lögð hefði verið fram drög og þegar það er orðað þá á maður kannski alltaf vona á að það komi síðan endanlegt að ef það eru drög að þá kannski á eitthvað eftir að vinna með það.
það er kannski svona eitthvað sem við þurfum að hafa í huga. En ég ætlaði það er nú búið að segja held ég ansi, eða flest þetta sem ég hefði allavega haft fram að færa, þannig að ég ætla ekki að hafa fleiri orð það. En mér langaði bara að koma aðeins inn á mál 7, umferðaröryggi. Og ég vil beina spurningum mín til forseta, því forseti vildi vísa þessu í bæjaráð og það þó svo að skilja að þetta fari í bæjaráð til þess að reyna að flýta þessari framkvæmd og að fá í hana fjármagn. Og ef svo þá það vel. En svo kannski svona bara aðeins að minna á umferðaröryggi meira heldur en ljós, þó að ég ekki að tala á móti þessu. Þetta er mjög gott og held ég þarft að taka á þessu. En við höfum náttúrulega líka, lýst ég oft, við höfum líka áhyggjur af öllu umferðarflæðinu og væri mjög gott að fara að sjá ykkur og vita þá ef ykkur vinna í gangi þar og hvar hún þá stödd. Takk. Já, forseti skal svara hér bæjarfulltrúa Alexander Ragnarsssyni það sem að forseti á við varðandi mál 7 umferðaröryggi að þarna komin fram aðgerðaráætlun og forseti ber þess merki og við sjáum það öll að við höfum rætt umferðaröryggi innan Reykjanesbæjar núna í lengri tíma en það alveg ljóst að við gerum ekkert út í lofti af því bara þótt við gjarnan myndum vilja það. Þannig að hér erum við komið með umferðarlíkana bænum okkar. Við höfum verið að vinna með öfluga umferðarúttekt og hérna komin aðgerðaráætlun þar sem okkar sérfræðingar á umhverfis- og framkvæmdasviði að leggja til ákveðið plan hvað best að byrja á. Því við vitum það öll að það vantar aldrei verkefnin hér í þetta sveitarfélag, þannig að hér mjög skýrt verið að setja fram verkefni og þau forgangsflokkuð eftir mikilvægi þess og eftir árafjöldanum hvenær áætlað að fara af stað með þau. Líkt og forseti tók hér fram áðan þá nokkur verkefni þarna sem flokkuð sem brýn verkefni. Og það að sjá þarna brýn verkefni sem flutt yfir árið 2027 eitthvað sem við þyrftum að rýna sérstaklega. Og aftur, bæjaráð bankaráð Reykjanesbæjar þannig að það eðlilegt að vísa málinu þangað til þarfagreiningar á fjármagni. Hvað höfum við sett í áætlun til að bregðast við þessu? Höfum við eyrnamerkt eitthvað sérstaklega? Hversu mikið? Getum við breytt því? Getum við skoðað þetta sérstaklega? Það eru ýmsar hugmyndir. Þess vegna best að taka umræðina þar sem peningurinn liggur, ef svo má segja. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, viltu koma hér upp í þriðja sinn í andsvör? Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti. Kannski aðeins fyrst varðandi þetta 7. mál sem umferðaröryggi og þessi aðgerðaáætlun sem hér liggur frammi að mér finnst þetta ofboðslega góð vinna og mér langar bara að þakka Margréti Lilju og hennar fólki sérstaklega fyrir þessa góðu vinnu og hér erum við með áætlun sem nær yfir 5 ára tímabil, byggir á faglegri greiningu og við erum þarna með ákveðin verkefni sem við getum tekið ákvarðanir og farið í framkvæmdir sem byggja á niðurstöðum góðrar greiningavinnu. Þannig að ég held að það sé það sem við erum komið með hér í hendur og tek því undir með forseta varðandi það. Við höfum rætt hérna áður að við viljum ekki bara gera eitthvað, heldur verðum við að byggja okkar verkefni á slíkum rökum. Þannig að ég bara get glöð tekið þetta á dagskrá bæjaráðs eins og hér lagt til. Varðandi erindisbréfið, mér langar bara aðeins að koma inn á það líka og svara því að hér var talað að það voru lögð fram drög að erindisbréfi á fundi bæjaráðs í janúar og þannig það þegar við fáum inn gögn þá eru þau drög, svo eru þau samþykkt á fundinum og þá eru þau ekki lengur drög og einhverjum falið að skrifa undir. Þannig að það það sem gerðist þarna. Lögð fram drög að erindisbréfi
bæjarráð samþykkt erindisbréfið og felur bæjarstjóra að skrifa undir, þá er það ekki lengur drög, þá er það orðið erindisbréf faghóps. Já, ég held að það sé komið. Orðið er laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Forseti vill hér lesa upp bókun meirihluta bæjarstjórnar varðandi mál nr. 8 samstarf hringrásareyðingar erindisbréf sem hljóðar svo. Meirihluti bæjarstjórnar þykir mikilvægt að fram komi að Reykjanesbær skipaði 5 manns í sameiginlegan faghóp Reykjanesbæjar, Suðurnesjabæjar og Katíkó sem á að fjalla samstarf hringrásareyðingar. Faghópurinn hefur það hlutverk að vera ráðgefandi lóðarúthlutanir í takt við markmið hringrásareyðingars á landsvæði Helguvíkur og Bergvíkur. Er að ræða samstarf sem er ekki bindandi að neinu leyti fyrir sveitarfélagið sem fer áfram með skipulagsvald á landsvæði Reykjanesbæjar á svæðinu. Bókun lýkur. Kannski aðeins til að kjarna þessa umræðu, kæru bæjarfulltrúar, þetta svæði og þau ykkar sem að fylgjast með sem að vilja átta sig betur á málinu, þá er það sem að við sáum heillanlegt í þessu verkefni er að Helguvík skiptist upp eftir einni línu milli Suðurnesjabæjar og Reykjanesbæjar. Þannig að Katíkó sem að heldur á ríkislandinu, Suðurnesjabæjar megin, það er pínu erfitt eflaust að markaðssetja land til helminga. Ef að við erum með allt aðrar hugmyndir miðað við fólki hinum megin við línuna. Þannig að það er eðlilegt að við rýnum þetta verkefni saman, að við myndum þennan faghóp og förum að stað í þetta verkefni og eins og hér hefur margoft komið fram, þetta er ráðgefandi faghópur, ekki bindandi. Skipulagsvaldið verður aldrei tekið af þessu sveitarfélagi og við það stendur. Margrét Þórhallsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, það er búið að vera að segja svo margt hérna, þannig að ég ætla bara að lýsa bara mjög miklum vonbrigðum yfir því að enn og aftur fáum við í minnihlutanum ekki aðgang af þessum hópi, eins og oft hefur gerst áður. Við erum ekki upplýst nógu vel og ég bara skil ekki af hverju að þið þurfið endilega að skilja okkur eftir út undan. Að það er ekki einu sinni breið pólitísk samstaða það í samfélaginu. Við erum skilin hér eftir. En í ljósi þess að við fáum ekki að sitja í þessum samráðshópi, einn fulltrúi minnihluta, við erum nú ekki að fara fram á meira, að þá munum við ekki samþykkja þennan lið í fundargerðinni. Ég óska þetta verið bókað. Forseti vill hér bregðast við þessu erindi. Hér kom frá fyrirspurn frá Guðbergi Reynisinni, fulltrúa Sjálfstæðisflokksins hér rétt áðan, hvernig hægt væri að biðja að bæta í hópinn. Forseti vísaði því til bæjarráðs, til almennar umræðu og sú beiðni er væntanlega á leiðinni þangað. Þannig að hún er farin. Hún er komin á móttekinn, það er fundi bæjarráðs núna eftir 2 daga. Forseti er aðeins týndur hérna. Hér er búið að tilnefna fólk og það er eðlilegt að hér komi fram beiðni að fulltrúi minnihlutans verði bætt við. Hér er búið að benda á hvernig hægt er að gera það, svo beiðni er farin. Þannig að það sé ekki hægt að samþykkja þetta mál hér í dag út af því að það er búið að banna einhverjum að vera með. Nú er ég alveg týnd, nú þurfum að leiðrétta mig. Það er enginn búinn að loka á neitt, það er bara faghópurinn var myndaður svona, einhverja hluta vegna. Hér hefur komið fram athugasemd sem er farin af stað. Ekki satt? Jú. Margrét Þórhallsdóttir, gjörðu svo vel. Já, fyrirgefðu. Virðulegi forseti, í ljósi aðstæðna að þá er sem sagt erindi farið til bæjarráðs og það mun vera tekið fyrir í bæjarráði og ég ætla að vona svo sannarlega að það hljóti hljómgrunn. En í ljósi þess að það er ekki búið að taka þetta fyrir, þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn ákveðið að sitja hjá í þessu máli.
Hjörtur Magnús Guðbjartsson, afsakið, gjör svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, vegna smæðar minnar tók forseti ekki eftir í opna biðjum orðið. Eins og ég sagði áðan hér, þá væri það bara besta mál umræðan í atvinnu- og hafnaráði þegar þetta var tekið fyrir, var bara að þetta veri eðlilegasti hlutur í heimi. Það var ekki bæjarfulltrúi Alexander kannski leiðrétti mig, en ég vona hann hafi ekki upplifað útskúfun. Leggjum mikið upp úr inngildingu í atvinnumálum og pössum venjulega allir séu með. Þetta var svona meira praktískt atriði, en ég myndi fagna því af öllu hjarta ef fulltrúar minnihlutans myndi taka tíma og degi sínu til að taka þátt í þessari vinnu, því að í samstarfshóp ÖSK og atvinnu- og hafnaráðs hefur þeirra framlag ekki verið síður mikilvægt en meirihlutans. Þannig að ég vona innilega að eftir umræðu í bæjarráði verði fulltrúi eða fulltrúar úr minnihlutanum skipaðir í þennan hóp, því að það væri bara besta máli. Ég vona að það verði þeir sömu og í samráðshópnum, því að þeir eru ægilega góðir. Forseti vil hér bera upp tillögu sem kom fram í byrjun fundagerðarinnar varðandi að vísa máli 7 umferðaröryggi 2026-2030 til bæjarráðs hér til loka umræðu, og ef ekki þá vonandi til samþykktar. Þessi samþykkt geta vísa tillögunni til bæjarráðs og hér fara allar hendur í loft. Kærar þakkir fyrir það. Hér þarf ekki að vísa málinu formlega til bæjarráðs, þar sem að það hefur þegar átt sér stað hér á fundinum, frábær vinnubrögð allir saman. Þannig að orðið er laust ef ykkur er að brenna inni með loka athugasemdir æsispennandi umhverfis- og skipulagsráð. Ég sé að Alexander Ragnarsson klæjar í puttana, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég ætla nú að taka hér bara undir sumt af því sem bæjarfulltrúi Hjörtur Magnús Guðbjartsson sagði hér í pontu, og ég nái nú ekki eins hátt á hann. En það var hér kannski skilningur okkar eða minn þegar í atvinnu- og hafnaráði. Við vorum í raun að skipa menn í þennan hóp, en það er kannski orðið svolítið svona ójafnvægi á milli, eins og hefur komið hér fram, að milli pólitískt kjörinna fulltrúa og síðan embættismanna hjá sveitarfélaginu. Og ég tel bara mjög mikilvægt að við höfum fleiri pólitískt kjörna fulltrúa inn í þessum hópi. Þannig að það væri mjög vel ef að einhver af okkur hérna í minnihlutanum kæmi að þessu, og jó, við erum meira en til í að gefa af okkar tíma og taka þátt í þessu starfi. Takk fyrir. Algjörlega stórkostlegt. Svo það sé sagt. Kæru bæjarfulltrúar, ef að við getum gengið til atkvæðagreiðslu fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs. Þið sitjið hjá í máli. Þið sitjið hjá í máli nr. 8. Gott. Einmitt. Þannig að það telst bókað hér og fundagerð samþykkt að öðru leyti. Kærar þakkir fyrir það. Nú þá erum við komin hér að þriðja máli á dagskránu okkar hér í kvöld, fundagerð stjórnar Eignasjóðs frá 19. febrúar. Orðið er laust. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti. Ég ætla að fara hérna aðeins yfir fundagerð stjórnar Eignasjóðs frá 19. febrúar. Fyrsta mál á dagskrá þessa fundar var máli sem ég fór yfir áðan hérna undir fundagerð bæjarráðs varðandi kraftlyftingafélag Massa, UMFN. Þannig að ég tel ekki þörf á að fara yfir það aftur.
En annar mál á dagskrá þessa fundar var viðbygging og innanhúsbreytingar í leikskólanum Skógarási. En á síðasta ári þá var farið í frumhönnun vegna stækkunar og breytinga í leikskólanum. Og stjórn Eignasjóðs tók málið á dagskrá hér og samþykkti að fara í fullnaðarhönnun vegna stækkunar og breytinga eins og verkferill gerir ráð fyrir og gert var ráð fyrir þeim kostnaði í fjárfestingaáætlun 2026 þannig að það var ekki þörf á að taka það sérstaklega fyrir til samþykktar. Í þriðja og fjórða máli sem ég ætla að fá að taka hérna saman að þar fór deildarstjóri eignaumsýslu yfir stöðu framkvæmda í Myllubakkaskóla og Holtaskóla og það gengur vel í báðum verkum, þau eru á áætlun og innan fjárheimilda. Í 5. máli var farið yfir stöðuna á HS Orkuvellinum og við munum væntanlega öll eftir því að hér var tekið á dagskrá mál sem sneri að því að hafa knattspyrnuvellin okkar tilbúna fyrir leiki í bestu deildinni hérna í vor. Og staðan á HS Orkuvellinum núna er að búið að setja hita á völlin og vera að keyra hann upp og verið að vinna eftir aðgerðaáætlun sem var skilað til KSÍ meðal annars til þess að geta spilað á vellinum í vor. Einnig er verið að vinna að ýmsum endurbótum á salernisaðstöðu og í stúkunni og á Jónshúsi og slíkt og þessar framkvæmdir ganga bara vel. Í 7. máli var farið yfir stöðu framkvæmda á JBO-vellinum sem er Njarðvíkurvöllurinn og HS Orkuvöllurinn er Keflavíkurvöllurinn fyrir þau sem eru ekki alveg viss um það. En þar er líka verið að vinna og inn í vallarhúsinu sem hefur staðið þarna nokkurt skeið að þar er verið að gera breytingar, verið að setja upp 2 stóra klefa og 2 minni klefa. Ein af svítunum sem við ákvaðum að flytja og ætluðum að gera seinna í vor er komin á staðinn, það gekk vel og bara er á undan áætlun og þegar þessi fundur fór fram þá var verið að vinna í því að tengja hana þarna fyrir utan og hún mun þjóna þeim tilgangi að vera félagsaðstaða og skrifstofuhúsnæði. Þannig að þetta gengur allt saman sem betur fer bara mjög vel. Síðan var 7. og síðasta málið á dagskrá þessa fundar, það bar heiti Svítur við Myllubakkaskóla. En í raun og veru þá er það kannski ekki alveg rétt nafn á málinu því þarna var verið að fjalla allar þær svítur eða þessar færanlegu forsniðinu einingar sem við eigum og hafa nýst vel á meðan við erum búin að vera í endurbyggingu og uppbyggingu í hinu ýmsa húsnæði sem við eigum. En ákveðið var á þessum fundi að stjórn Eignasjóðs myndi vilja fá yfirlit yfir allt þetta eignasafn og fól deildarstjóra eignaumsýslu að taka saman yfirlit yfir þetta húsnæði sem við eigum og mögulega notkun þeirra. Það hafa ýmsir haft samband og vilja nýta þetta húsnæði bara með fjölbreyttum hætti og áður en tekin nokkur ákvörðun það hvort að nýta það húsnæði í einhverja starfsemi eða selja, að þá er bara mikilvægt að við höfum góða yfirsýn yfir safnið og þær þarfir sem liggja fyrir. Þannig að við getum þá tekið þessa ákvörðun og ákvörðun snýr þá að því hvort, hvar og í hvaða starfsemi við viljum nýta húsnæði og þetta er bara mikilvægt fyrir okkur að skoða þetta gaumgæfilega en annars var ekki fleira á dagskrá á þessum fundi. Kæra þakki fyrir þetta. Orðið er laust. Fundargerð stjórnar Eignasjóðs. Hér hefur enginn hvatt til hljóðs. Þeir sem samþykkja þetta fundargerðina vinsamlegast gefa merki. Og hér er hún samþykkt einróma. Nú þá erum við komin að 4. málinu okkar sem er fundargerð Sjálfbærniráðs og orðið er laust þá fundargerð. En ykkur til gamans og skemmtunar getur forseti farið hér aðeins yfir fundinn sem við héldum í Sjálfbærniráði en þið sjáið glöggt kæru bæjarfulltrúar að áherslan okkar er á komandi sveitarstjórnarkosningar sem að verða þann 16. maí næstkomandi. En þarna tókum við saman svokallaðan hugarflugsfund með fullta sérfræðingum sem við fundum til að ræða kosningarnar frá grunnskóla og upp úr. Það eru ýmis atriði þarna sem við vildum ræða, meðal annars
hvernig aukum við áhuga á kosningum frá unga aldri. Við erum með eitthvað í nokkrum grunnskólum okkar sem heitir skuggakosningar sem er mjög skemmtilegt framtak. Þannig að við ræddum það við okkar frábæra grunnskólafulltrúa. Við munum hitta skólameistara fjölbrautaskólans okkar á næsta fundi þar sem að við viljum koma inn á það hvernig getum við hleypt stjórnmálaflokkum eða starfi eða einhverju áhugasömu inn í skólan til að vekja ungmennin okkar til umhugsunar hvað þetta snýst. Það virðist vera svona lenskan að stjórnmálaflokkar séu af hennu illa og sem náttúrulega halda það. En auðvitað þarf að ræða þessa hluti við ungmennin og ekki ætlast til þess að þau detti svo bara í hug að kjósa upp úr þurru og vita lítið hvað máli snýst. Þannig að við þurfum líka vitundavakningu snemma við. Þannig að við áttum þarna frábæran fund. Við munum markaðssetja þessar kosningar vel með okkar frábæra markaðs- og kynningafulltrúa. Við erum búin að setja frá fjármagn í það verkefni. Við erum búin að, eins og bæjarstjórn hér veit, fjölga kjörstöðum úr 1 í 3. Við erum þarna með námskeið fyrirhuga fyrir lýðræðislega þátttöku innflytjenda sem að Eydís Rós verkefnastjórinn okkar heldur utanum og verður núna í mars. Þannig að við erum raunverulega með alla klær úti til þess að reyna að fá samfélag okkar til þess að mæta, hafa áhuga og umfram allt að kjósa til að hafa áhrif á samfélagið sitt. Þannig að það gengur bara vel. Þetta var mjög fínn fundur. Nú í lokin fórum við yfir grenndarstöður í Reykjanesbæ og þið hafið eflaust séð það eru einhverjar komnar upp og þær eru innan skjólveggja sem að sjálfbærniráð fjárfesti í. Stórkostlega stolt af því, eins og þið eflaust öll. Þannig að við erum að gera vel í að koma upp nýju grenndarstöðunum okkar í Reykjanesbæ. Þrælspennandi verkefni. En orðið er laust ef ykkur vill tjá sig sjálfbærnimál. Þau sem samþykki geta fundargerðina vinsælast skefumerki. Og hér fara allar hendur á loft. Kæru þakki fyrir það. Nú, þá erum við komin að 5. máli fundarins, fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 27. febrúar. Og hér er Hjörtur Magnús Guðbjörnsson staðinn upp. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, góði gestir, mér langaði bara aðeins að stikla á stóru í fundargerð atvinnu- og hafnaráðs. Eitt af stóru málunum er ný framtíðarsýn Reykjaneshafnar sem liggur til samþykktar með fundargerðinni. Ég vona þið séu öll búin að lesa framtíðarsýnina nú þegar, ef ekki þá hvet ég ykkur eindregið til þess. Sérstaklega því að hún tengist einmitt öðru máli sem var umsagnarmál í fundargerðinni sem er mál 10 en í framtíðarsýn Reykjaneshafnar sem sannarlega öll stjórn, allt ráð atvinnu- og hafnaráðs kom rækilega að og tók virkan þátt í þeirri vinnu að móta framtíðarsýnin og við höfum gert þetta núna, þetta er 3. skipti sem við vinnum þessa vinnu til þess að skila af okkur þeirri vinnu til nýrra stjórnar eða nýs ráðs sem tekur við að kosningum loknum og getur þó haldið þeirri vinnu áfram. Við höfum unnið eftir þessari framtíðarsýn í jöfnu höndum frá 2018 eða 2017 þegar hún var samþykkt í fyrsta skipti og hefur verið mjög gott leiðarljós í gegnum þá vinnu sem við höfum tekið síðustu ár. En í máli 10 fitjar breytingar á deiliskipulagi er einmitt töluvert mikil stækkun á lóð sem við höfum töluverðar áhyggjur af en við bókuðum okkar umsögn til umhverfis- og skipulagsráðs og ég ætla að fá að lesa hana með leyfi forseta. Atvinnu- og hafnaráð Reykjanesbæjar leggur fram eftirfarandi umsögn. Reykjaneshöfn hefur í samráði við umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar verið að útfæra nýtt deiliskipulag sem næri við svæðið upp af Njarðvíkurhöfn, þar á meðal skipulagi við Fitjabakka. Ofangreind tillaga breytingar er ekki í samræmi við þær hugmyndir og kemur því á óvart. Sú uppbygging sem fyrirhuguð hefur verið á Fitjabakka 8 er metnaðarfull og jákvæð fyrir samfélagið en það vekur upp spurningar hvort óskir auki landrými og auki byggingamagn séu réttlætanlegar meðan það liggur ekki fyrir hvort innviðir svæðisins geti þjónustað á stækkun, jafnvel ekki núverandi samþykkt byggingamagn.
Atvinnu- og hafnaráð Reykjanesbæjar telur rétt að heimila ekki viðkomandi breytingu meðan farið verður í heildstætt mat á svæðinu með við þá atvinnuuppbyggingu sem æskileg þar í framtíðinni og að fyrir liggi að þeir innviðir sem til staðar eru, að þeir innviðir séu til staðar sem til þarf. Eitt af stóru málunum þarna bæði hugmyndir atvinnu- og hafnaráðs mögulega landfyllingu eða nýja viðlegukanta í Njarðvíkurhöfn. Þarna bara steinsnar frá sem verður að segjast að skýtur svolítið skökku við að vera með heilsulind og baðlón og hótel bara á næstu lóð við nýja viðlegukanta, sérstaklega þegar þeir færa sig nær og þá inn á það svæði sem sýnt í framtíðarsýn Reykjaneshafnar sem framtíðar landfylling samkvæmt okkar sýn. Það náttúrulega ekki, þetta ekki skipulagsgögn, þetta okkar sýn sem liggur hérna til samþykktar og hefur verið í umræðinu töluvert lengi í samráðshópnum sem við ræddum áðan. Annað atriði þarna sem skiptir svolítið miklu máli það magn heits vatns sem þetta verkefni mun krefjast frá Háskólaveitum og Hásorku. Við höfum fengið einhverjar óljósar hugmyndir en í samtal okkar við orkufyrirtækin hefur það samt komið fram að það óljóst hvort að það sé almennt hægt að skaffa þetta mikið heitt vatn inn á svæði, sérstaklega miðað við spárum bara íbúafjölgun á svæðinu. Þannig að ég held að við þurfum að ígrunda rækilega þetta mál og við munum örugglega heyra betur að því frá umhverfis- og skipulagsráði sem vinnur málið áfram og ég treysti þeim fullkomlega. Önnur umsögn sem í fundargerðinni í máli 11 vegna Carbfix og síðan það 12. mál, báturinn Særós GK 235 sem var auglýstur til sölu eftir að við eignuðumst hann á uppboði fyrir stuttu en sviðsstjóra atvinnu- og hafnarsviðs var falið að vinna málið áfram og ganga að tilboði hæstbjóðanda. Kærar þakkir fyrir þetta, Róbert Jóhann Guðmundsson, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Var þetta ekki mál númer 10 sem bæjarfulltrúi Hjörtur var að fjalla um? Ég vil bara ítreka það líka, þetta deiliskipulagstillaga og bara hvetja alla sem hafa athugasemdir við deiliskipulagið að skila inn í samráðsgátt umsögnum. Þannig að við getum fengið allar sýn á svæðið og hvað verið að gera. Því við fáum þetta svo aftur og þá eru athugasemdirnar og tillögur teknar fyrir. Þannig að við getum þá rýnt þetta betur. Takk. Þín ábending, Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Varðandi 10. mál, að þá hef ég einmitt verið að ræða, ég persónulega bara hér á fundi, að ræða þetta varðandi svæðið við Njarðvíkurhöfn, aðkomu atvinnu- og hafnaráðs að því og að hafnarstjóra. Mér finnst það eiginlega að vera hafnar- og atvinnufulltrúi eða eitthvað svoleiðis en allt í lagi. Að því að þetta verkefni hefur stækkað gríðarlega og það auðvitað vel, það frábært að fá fyrirtæki, en ég hef alltaf litið á það þegar þetta auglýst og óskæður athugasemdum að það sé frá utanaðkomandi aðilum. Ég var í umhverfis- og skipulagsráði hérna áður fyrr og ég og búin að vera í bæjarstjórn einhvern tíma, ég hef alltaf skilið þannig að þessar auglýsingar eru ekki til þess að batterið hér eða starfsmenn Reykjanesbæjar eða sviðstjóra eitthvað svona eigi að fara að senda inn athugasemdir.
Þannig að mér finnst þessi bókun frábær og ég held að við verðum aðeins að staldra við, bara hreinlega, að því að það er mjög erfitt að fara að auglýsa þetta og fá athugasemdir frá okkur sjálfum. Mér finnst það einhvern veginn ekki alveg passa. En ég vil bara fagna þessari bókun og mér finnst hún mjög góð og er algjörlega í tímatöluð. Hjörtur Magnús Guðbjörnsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk bæjarfulltrúi Margrét fyrir að hleypa mér á undan. Bara örstutt til að bregðast við bæjarfulltrúi Margréti. Ástæðan fyrir því að við sendum inn umsögn eða þetta er gert svona er að skipulagsfulltrúi að beiðni umhverfis- og skipulagsráðs óskar eftir okkar umsögn. Þannig að erindi kom formlega inn til okkar. Ég skil alveg hvað þú meinar að kannski er það vegna stærðar sveitafélagsins, ég veit það ekki, en það ætti að vera hæg heimatökin að spjalla bara saman svona á milli ganga. En aðalatriði er einmitt eins og bæjarfulltrúi Margrét sagði að athugasemdir komu fram. Það veit ekki alltaf hvort að íbúar endilega sé að vakta skipulagsgáttinu og svoleiðis. Það eru okkar nálgun er fyrst og fremst út frá atvinnumálum og út frá hagsmunum Reykjaneshafnar og atvinnu- og hafnasviðsins. En svo ég tali bara fyrir mig persónulega, mér dauðbrá því ég sá þrívítar endurningarnar og þetta er svona eins og Kínamúrinn fyrir útsýnið úr Ásakverfinu. Þannig að hvers mega íbúar Ásakverfisins gjalda? Hér er keppni milli Margréta, Margrét Sandes, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir, að það er smá misskilningur á mínum orðum að við þrjú sem höfum rætt þetta mál erum sammála held ég, en ég var bara að velta því fyrir mér hvort að starfsmenn og ekki er ég að skjóta þá, ég bara svona velta fyrir mér þar sem formaður Ösksins nefndi að kalla eftir athugasemdum. Jú, það er fínt að koma núna í fundargerðinni en að fara síðan með þetta þannig að við förum að senda þetta til skipulagsstofnunar. Það er það sem ég er að tala um. Að núna er atvinnu- og hafnaráð að koma með þessar athugasemdir og hvað ætlum við svo að gera? Því að við vorum búin að ræða þetta áður að bara í spjalli og ég man ekki hvort það var formlegum fundi, hvort að við ættum virkilega að fara að senda þetta inn í skipulagsstofnun ef við vitum þetta með innviðina og þetta var spurning um lóðir fyrir atvinnuuppbyggingu, þarna frekari atvinnuuppbyggingu. En það eru þetta innviðni sem ég er sérstaklega að hugsa og hvort að sé tímabært að senda þetta til skipulagsstofnunar, það var það sem ég var að meina, að hversu langt ætlum við að fara með það mál. Þessi bóku var algjörlega bara og frábært að þið ræddu saman formaður Ösksins og formaður atvinnu- og hafnaráðs, en það var ekkert að því. Það er frekar, erum við í alvöru að fara að senda þetta svo skipulagsstofnunar og auglýsa þetta síðan, en við vitum að þetta verður ekki. Og hvað? Það var það sem ég var að meina. Margrét Þórarins, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, það er viðstaddir, ég kem hér undir lið 11 í fundargerðinni, Carbfix umsókn og könnunarleyfi í Helguvík umsókn. Undirrituð vísa til bókunar sinna sem bæjarfulltrúi við mál 3 í fundargerð bæjarráðs frá 31. október 2024 með leyfi forseta. Í ljósi Helguvíkur-Bergvíkur verkefnisins er ólíkt að hægt verði að fara í þessa niðurdælingu sem Carbfix verkefni krefst til lengri tíma litið á því svæði sem tilrauna niðurdæling fer fram. Óski Carbfix eftir áframhaldandi leyfi þykir okkur í umbót svæðið ekki vera vel til þess fallið. Heillvænlega væri að finna svæði sem er ekki svo nærri núverandi og framtíðar íbúabyggingu í Reykjanesbæ. Ég samþykki því ekki lið 3.
Tilvitnun lýkur. Sjálfstæðisflokkurinn tekur undir þessi sjónarmið sem koma þarna fram í þessari bókun. Og Sjálfstæðisflokkurinn tekur ekki undir þá nálgun að heimila könnunarleyfi með fyrirvara mögulega framtíðar uppbyggingu á svæðinu og leggst því gegn því veitingu könnunarleyfis. Ef að ræða frekari eða umfangsmeiri starfsemi sem upphaflega var kynnt í bæjarstjórn sem tímabundið tilraunaverkefni, telur Sjálfstæðisflokkurinn eðlilegt að slík stefnumarkandi ákvörðun fari fram að undangenginni skýrri og opinni umræðu við íbúa sveitarfélagsins. Og undir þetta rita Margrét Þórarinsdóttir, Margrét Sander, Guðbjörgur Reynisson og Alexander Ragnarsson, Sjálfstæðisflokki. Hjörtur Magnús Guðbjörnsson fær hér heimild til að koma upp í þriðaskipti og Alexander á hælans. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, voru ekki bara að tala sama hlutin við í bókunum okkar og aðalatrið er að við erum mótfallin í að þetta leyfi verði veitt. Í kynningu sem Carpex kom með á sínum tíma fyrir einhverjum 2 árum síðan fyrir bæjarstjórnarfund, þá var það einmitt rætt líka en í ljósi þess að við erum ekki að tala eitthvað pínulítið krúttlegt tilraunaverkefni, heldur þetta til 10 ára og við erum bara í stórum verkefnum núna framundan eins og undanfarin ár í Helguvík, þá fyndist mér það bara ekki skynsamt á okkur að leggja stórt svæði Helguvíkur undir þetta áframhaldandi tilraunaverkefni. Tilraunin er búin að standa núna í töluvert langan tíma, þannig að ég held að sé aðalatrið að þessu ljúki að svo komnu og við höldum áfram þróun og uppbyggingu með Helguvíkur svæðið, með minnihlutanum með í hópnum. Alexander Ragnarsson, viltu fara á undan? Hér er sætaskipti, Margrét Þórarinsdóttir og svo kemur Alexander Ragnarsson. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, já, mér langar aðeins að svara bæjarfulltrúa Hirti. Sko, það sem að kemur fram í þessa bókun sem að við í Sjálfstæðisflokkunum erum ekki sammála það er að segja ykkur í meirihlutanum. Já, ykkur, ekki honum. Hann er sammála mér. Sko, fyrir það fyrsta, þá hef ég aldrei samþykkt þetta verkefni. Á alla tíð verið á móti þessu verkefni. En það sem að þið gerir með ykkar bókun sem ég hefði viljað að þið hefði breytt, aðeins huga betur á orðalagi. Atvinnu- og hafnaráð leggst gegn því að viðkomandi könnunarleyfi verði veitt nema fyrir liggi samþykki sveitarfélagsins fyrir því að heimilt verði að byggja aðstöðu fyrir þessa vinnslu á svæðinu í framtíðinni, sem ég ætla náttúrulega að vona verði aldrei. En þessi setning stakk mig alveg svakalega. Ég hefði viljað óska þess að þið hefðu komið með þessa bókun ykkar aðeins öðruvísi og þá skýrari. Þannig að ég bara mátti til með að svara bæjarfulltrúa Hirti. Takk fyrir. Kæri bæjarfulltrúar, forseti langar aðeins að tjá sig hér mál númer 11, Carpex umsókn könnunarleyfi í Helguvík. Þarna kemur fram í erindinu þann 9. febrúar síðastliðinn frá Umhverfis- og Orkustofnun, þar sem óskar eftir umsögn vegna þess að Carpex sækir til stofnunarinnar umrætt könnunarleyfi vegna geymslu CO2 eða koldíoxíð í jörðu í Helguvík. Og þetta hefur átt sér stað núna eins og bæjarfulltrúi Hjörtur kom inn á núna í nokkur ár í Helguvík, en þarna er atvinnu- og hafnaráð að segja. Atvinnu- og hafnaráð leggst gegn því að viðkomandi könnunarleyfi verði veitt nema liggi fyrir samþykki sveitarfélagsins fyrir því að heimilt verði að byggja aðstöðu fyrir þessa vinnslu á svæðinu í framtíðinni. Og ástæðan, kæri bæjarfulltrúar, ef að forseti nær til eyrna ykkar hér varðandi þetta mál, er að atvinnu- og hafnaráð
getur ekki skuldbundið ákvörðunarvald sveitarfélagsins til að taka slíka ákvörðun, enda eru þeir að ýja að því, segi þeir eru allir karlmenn, að þeir eru að segja fyrir sitt leyti, fyrir sitt stjórnvald sem þeir stýra, sem er atvinnuhafnaráð, þá leggjast þeir gegn því að þetta könnunarleyfi verði veitt áfram í Helguvík, en setja það sjálfsög í hendi sveitarfélagsins að svara fyrir sína ákvörðun ef hún er öðruvísi. Þannig að það er nú auðvelt mál að kanna áhuga bæjarfulltrúa hér. Það er líka hægt að vísa þessu máli til nánari umfjöllunar annað, hafi bæjarfulltrúa áhuga á því. Þannig að ef það er alveg ljóst að vilji bæjarfulltrúana 11 sem hér sitja í þessu sal taki undir þessa bókun atvinnu- og hafnaráðs, að þá fer það ekkert lengra, að þá er búið að ákveða vilja sveitarfélagsins og atvinnu- og hafnaráðs til áframhaldandi könnunarleyfis verkefnisins. Þannig að sú umræða er hér vissulega opin. Vilji bæjarfulltrúar tjá sig með eða á móti þessu verkefni, en hér hefur, eins og hefur komið fram, verið veitt könnunarleyfi í nokkur ár til fyrirtækisins í Helguvík. Nú telur atvinnu- og hafnaráð að það hafi uppfyllt sína skyldur að aðstoða Carbfix við að þróa þetta verkefni, að geyma koldíoxíð í jörðu og í sjó. Þannig að á einhverjum tímapunkti er könnunin hægt að vera könnuð og orðin eitthvað annað. Þannig að hér er atvinnu- og hafnaráð að segja, hér er þetta verkefni orðið ágætt hjá okkur og ekki heyri forseti nein mótmæli bæjarfulltrúa gegn þeirra bókun. Þannig að ef svo er að þá tekur þetta sveitarfélag undir þeirra bókun. Alexander Ragnarsson er hér næstur. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, ég kem hér undir fundargerð atvinnu- og hafnaráðs og ætla nú aðeins að tala hér mál 10. Það var og taka það skýrt fram að það var algjör einhugur í atvinnu- og hafnaráði með þá bókun sem þar er og ég hef nú sjálfur benti á þetta á bæjarstjórnarfundi að ég held 7. janúar, þar var þetta í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs, þar sem var þetta deiliskipulag og jafnframt deiliskipulagsbreyting frá í sambandi frá Njarðvíkurhöfn og ég benti nú á að meðfylgjandi með henni voru gögn sem sýndu þær hugmyndir sem að höfnin hefur og þar fór ekkert á milli mála að þetta skaraðist, þessi skipulag, þetta deiliskipulag og þær hugmyndir sem að höfnin hefur verið að vinna eins og kemur fram í bókuninni. Og þar var mér nú lofað að þetta yrði nú tekið fyrir hjá samráðshópnum en samráðsnefndin, en mér er nú ekki kunnugt að það hefur verið gert. En þessi bókun frá atvinnu- og hafnaráði var algjör einhugur hana, þannig að það þarf ekkert að ræða það. En mér langar aðeins að koma inn á líka mál 11 með Carbfix. Sko ég held að það var nú kannski svona, ég held að bókunin frá okkur í atvinnu- og hafnaráði og í raun bókunin sem að kemur frá okkur hér í Sjálfstæðisflokknum sé í raun alveg svo sama. Það er í raun, í okkar bókun er kannski það orðalag sem að bæjarfulltrúi Margrét Þórarins nefndi að við hér er sagt, það er ég aðeins að finna, með leyfi forseta, ætla ég að fá að lesa hérna upp, atvinnu- og hafnaráð leggst gegn því að viðkomandi könnunarleyfi verði veitt nema fyrir liggi samþykki sveitarfélagsins fyrir því að heimilt verða að byggja aðstöðu fyrir þessa vinnslu á svæðinu í framtíðinni. Það sem kannski er verið að árétta hér að það leyfi yrði ekki veitt nema að undangengni meiri vinnu og samþykki. Ég get nú eins og við orðum það hérna, en ég ætla nú bara aðeins að fá að leita, þið bið afsökunar á þessu hiksti hérna á mér.
Já, Sjálfstæðisflokkurinn eðlilegt að slík stefnumarkandi ákvörðun fari fram að undangenginni skýrri og opinni umræðu við íbúa sveitarfélagsins. Ég held að það sé kannski það sem að var verið að árétta, að ef að ætti að samþykja það sem að við erum í raun að hafna nema að það sé bara tekin ákvörðun þá af bæjarstjórn að gera eitthvað meira, að það sé þá aldrei gert nema að undangenginni þessari vinnu. Ég held að það sé það sem er verið að árétta með okkar bókun. En annars held ég að það séu bara mjög mikill samhljómur með því og allir styðji þessa bókun sem er hjá Atvinnu- og hafnaráði og hefur enga athugasemdir við hana. Takk fyrir. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég fór hérna bara í gögn, ég nefnilega velti fyrir mig hvort að Carbfix hafi óskað eftir því að afnota samningur eða afnota, hvað heitir þetta, leigusamningur tímabundinn afnotarétt á landsvæði hafi verið framlengdur. Við fengum slíkan samning til okkar og tókum hann til afgreiðslu. Sá samningur sem að ég er með hérna fyrir framan mig tók gildi 1. desember 2024 og þar er leigutími 13 mánuðir frá undirritun samningsins sem þýðir að þessi 13 mánuðir runnu út núna í janúar á þessu ári. En hann bara framlengist í 3 mánuði í senn þangað til að honum er sagt upp. Þannig að við höfum ekki framlengt þessum afnotarétti eða leigusamningi tímabundinn afnotarétt eftir það. Þannig að ég tel bara, það er mjög gott að þessi bókun komi hér fram og að hér í salnum situr sviðsstjóri sem fer með atvinnu- og hafnamál og ég var í smá skriflegum samskiptum við sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs hérna bara rétt í þessu. Þannig að við erum búin að lyfta þessu hér upp og ég held að sé bara gott að við tökum málið bara til afgreiðslu eða umfjöllunar innan stjórnsýslunnar hjá okkur og ákveðum hvað við ætlum að gera í framhaldinu við þetta landsvæði. Nú liggur fyrir eins og við höfum rætt hérna undir öðrum fundargerðum í dag að við erum að fara í þróun á þessu dýrmæta svæði og við þurfum bara að taka það fyrir hvort að við sjáum að þetta sé starfsemi sem okkur þykir fýsileg á þessum stað. Það er búið að eiga sér stað þarna ákveðin rannsóknarvinna og þetta er ákveðið hugvit sem að þessir aðilar hafa byggt þarna upp og sjá fyrir sér að geta eins og okkur hefur verið kynnt flutt meðal annars úr landi. Þannig að ég held við ættum bara að vera núna róleg og vinna þetta mál áfram og gera það áfram í góðri samvinnu, bæði milli meiri og minnihluta. Já, kæru bæjarfulltrúar, kæru þakki fyrir mjög góðar og málefnalegar umræður og kannski til að upplýsa ykkur sem heima horfið, því hér ræðum við bara mál eins og allir viti hvað við erum að tala en mál 10 bara til að vekja athygli af hverju við erum að tala þetta mál upp hér er að þarna er verið að auka nýtingarhlutfall lóðarinnar úr 0,66 í 1,46 eða stækka lóðina 6.000 fermetra. Þess vegna er eðlilegt að við séum að taka þessa stækkun á þessu verkefni hér. Þannig að við skiljum umfang málsins og því sem að heima sitja og eru að horfa á. En umræðan er ennþá laus ef einhver er að brenna inni með eitthvað frá fundargerð Atvinnu- og hafnaráðs. Svo er ekki þeir sem samþykkt geta fundargerðina vinsamlegast gefa merki. Og hér fara allar hendur á loft, kærar þakki fyrir það og þá erum við komin að menningar- og þjónusturáði sem er 6. málið okkar hér á dagskrá í kvöld
orðið er laust fundargerðina. Nú hér hefur enginn hvatt sér hljóðs þess að samþykkja fundargerð menningar og þjónusturáðs. Varstu að biðja orðið, kæri bæjarfulltrúi? Guðbergur Einarsson kemur hér í örskotsstund fyrir samþykkt. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar, að því að þetta nú fundargerð menningar og þjónusturáðs, þá ætla ég að byrja að segja að ég sakna þess að það sé ekki verið að ræða ferðamál, en það ætti það að vera í atvinnu- og hafnaráði. En mér langaði bara að koma upp til þess að koma hérna með, hvað maður segja, hamingjóskir til Dance Company sem var að sópa að sér verðlaunum í síðustu viku á hérna í Borgarleikhúsinu þar sem 62 atriði, 62 börn voru að keppa og öll atriði fóru áfram fyrir ekki og þú leiðir eftir mig kannski bæjarfulltrúi Halldór og Fríða. 39 atriði fyrir ekki þeim, 62 börn. Ég vildi bara koma þessu hérna inn í fyrsta alþjóðar að horfa á, að óska hann til hamingju. Ég er reyndar búin að vera aðeins að googla á netinu, ég get ekki fundið, ég ætlaði að fara að renna yfir hérna öll gullverðlaunin og aukaverðlaunin og kennaraverðlaunin og allt saman sem þau fengu, en ég get ekki fundið það og vonandi verður það birt fljótlega. En aftur til hamingju Dance Company og til hamingju Reykjanesbær. Þá ber forseti fundargerðina upp til samþykktar og hún er hér samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú kæru bæjarfulltrúar, þá erum við komin að 7. máli á dagskrá fundarins sem ber það fallega heiti óbyggðar atvinnulóðir svar við fyrirspurn. Hér er verið að svara fyrirspurn bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem kom fram á fyrri fundi bæjarstjórnar. En fyrirspurnin snýr að því að óskað var eftir yfirliti yfir allar óbyggðar atvinnulóðir sem hafa verið í úthlutun lengur en í 2 ár innan Reykjanesbæjar sem og atvinnulóðir sem jafnvel hefur ekki verið úthlutað eða greidd gjöld af. Hér getið þið séð, kæru bæjarfulltrúar, yfirlit yfir tæplega 40 lóðir sem hafa verið úthlutaðar 2 ár síðan og lengur en þær eru að mesta hluti staðsettar á flugvöllum og í Helguvík. Þarna á skjalinu ykkar má sjá staðsetningu lóðanna, hvenær þeim var úthlutað, hverjir eru eigendur, hvað er á lóðinni sjálfri, hvort að lóðin sé með lóðaleigusamningu og lokum hvort að greitt hefur verið á lóðunum gatnagerðargjöld. Allar lóðir hafa greitt gatnagerðargjöld nema ein þar sem samið var að greiða í 2 mismunandi færslum og síðari greiðslan er núna í sumar. Alls eru 25 lóðir fullbyggðar eða í byggingu, alls eru 13 lóðir í heildina sem hafa greitt öll gjöld en framkvæmdir ekki hafist. Þannig að þið eru með þetta yfirlit hjá ykkur, kæru bæjarfulltrúar. Orðið er laust þessar upplýsingar sem eru hér lagðar fram. Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, takk fyrir góð svör sem tók reyndar ekki nema 2 mánuði að svara og þó að það vanti á hvaða stigi margar af þessum 25 lóðum eru í byggingu eða fullbyggðar þá er gott að hafa þessar upplýsingar og á hreinu og gott að vita að það er einungis þessi lóð á Stapabraut 15 sem var til vandræða. Þessi fyrirspurn var auðvitað send út af lóðin á Stapabraut 15 sem kom í ljós að hafði verið úthlutað fyrir 14 árum og aldrei verið greidd nein gjöld af og það er gott að við erum þá allavega komin með tök á því. Mér finnst að við ættum að kalla þessa aðila sem eiga eða hafa afnot af þessum lóðum sem hafa verið greiddar en ekki hafist byggingaáform á. Við erum að kalla þá til okkar á góðan fund og ræða hvað er til ráða til þess að byggingar hefjist. Sveitarfélaginu vantar klárlega tekjur og það er ekki fallegt að sjá endalaust auðar lóðir allan bæ þar sem eigendur eru jafnvel að reyna að hámarka söluandvirði og ætla ekki að byggja sjálfur. Þetta er nú
fyrsta erindi mitt inn í umhverfis- og skipulagsráði fyrir tæplega 4 árum. Getur farið að segja það núna, það eru 2-3 mánuðir í það. Og ennþá erum við með fullt af óbyggðum lóðum. Til þess að koma í veg fyrir lóðabrask sem er rætt þarna á þessu minnisblaði, þá væri rakið fyrir sveitarfélagið að skipuleggja bara fleiri atvinnulóðir. Eða eigum við kannski fleiri lausalóðir? Hvað með Helguvíkursvæðið? Ég fór aðeins inn á kort að sjá Reykjanesbæjar í dag og ég get ekki annað séð en að þar séu 50 lausalóðir sem ekki til úthlutunar. Ég skil það ekki alveg, en það geti kannski verið hægt að bara útskýra það fyrir mér. Er þetta rétt að þessar lóðir séu allar lausar? Hólamið, þar erum við ekki búnir að leggja frárennsli. Af hverju er það ekki búið? Af hverju erum við ekki að undirbúa þessar atvinnulóðir og Hólamið hefur staðið þarna ansi lengi óhreyft. Mér finnst við vera einhvern veginn að horfa á eitthvað vandamál og bíða eftir að leysi sig sjálft. Við þurfum að eyða peningum til þess að græða peninga. Mér finnst undarlegt að upplýsingar útleigða lóðir á vegum Katego séu til dæmis ekki á borði Reykjanesbæjar. Inn í minnisblaðinu kemur fram að það sé, hvernig var það orðað? Þetta er einhverstaðar Katego fyrirhugar að auglýsa 17 atvinnuhúsalóðir á Tæknivöllum og Ásbrú á næstu vikum. Þessi upptalning tekur ekki við lóðir sem Katego hefur leigt út til langtíma. Búið er að kalla eftir þeim gögnum. Af hverju eru þessar upplýsingar ekki á okkar borði? Og aftur förum við þá inn í málið áðan, mál nr. 8. Af hverju er ekki meira samráð? Og þrátt fyrir þetta er mikilvægt og nauðsynlegt að geta séð umfangið og leiðilegt að átta sig á að það er greinilega ekki mikil vinna í gangi á borðum Reykjanesbæjar fjölgun atvinnutækifæra með því að lokka hingað fyrirtæki. Svo virðist sem ástand atvinnulóða í bæjarfélaginu sé í miklum ólestri og annars staðar á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar, þá var tillaga að stofnun þessa faghóps lóðir í Helguvík og við viljum því bóka. Sjálfstæðisflokkurinn leggur til að samráðshópi umhverfis- og skipulagsráðs og atvinnu- og hafnaráðs verði falið að gera heildstæða og opinbera kortlagningu allra lausra og ónýttra atvinnulóða í Reykjanesbæ, þar með talið á Ásbrú og í Helguvík, í ráðgefandi samráði við Katego. Markmið vinnunar verði að leggja fram skýra stöðugreiningu á framboði atvinnulóða, stöðu úthlutaðra en óuppbyggðra lóða og raunhæfar tillögur hvernig sveitarfélagið geti hvatt lóðarhafa til uppbyggingar innan eðlilegs tímaramma. Jafnframt verði hópnum falið að leggja fram tillögur að mögulegum nýjum staðsetningum atvinnulóða með hliðsjón af innviðum, samgöngum og langtíma þróun sveitarfélagsins. Óskað er eftir að bæjarstjórn verði upplýst niðurstöðu hvers liðar leið og niðurstöðu liggja fyrir og að vinnunni verði hraðað eins og kostur er. Og undir þetta rita Guðbergur Reynisson, Margrét Sanders, Alexander Ragnarsson og Margrét Þórarinsdóttir Sjálfstæðisflokki. Já, þið báðir orðið á sama tíma. Róbert, viltu koma fyrst? Róbert Jóhann Guðmundsson. Forseti, bæjarfulltrúar, góða gestur. Ég held að þetta sé bara ágætis hugmynd hjá bæjarfulltrúa Guðbergi að þetta fari inn í samráðshópinn og við tökum þetta bara föstum tökum og fjöllum þessi mál að alvöru. Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri Kjörsókn. Takk fyrir.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Guðbergur spurði hvers vegna ekki væri búið að græja lóðir og fráveituna við Hólamið. Og ástæðan fyrir því er sú, eins og þið vitið, að þá hefur lengi staðið til af hálfu Suðurnesjabæjar að fara í uppbyggingu við hringtorgið, hvað heitir það? Rósaselstorg, takk. Og við vorum í óformlegu samtali að sameina þá þegar þar að kæmi fráveituna frá því svæði og Hólamið. Af því að það þarf að leiða hvoru tveggja í sjó. Okkar megin, það er að segja, línan liggur þannig að þessar útrásir færu væntanlega í Staksfjörðinn einhvers staðar en ekki í vesturátt. En svo þegar nú liggur fyrir að það verður allavega eins og við skiljum málið að það verði ekki uppbygging allavega í bráð á Rósaselstorgið þar sem að mest af því sem að þar átt að vera virðist vera að færast yfir á aðaltorg, verslanir og fleira. Og þá er kannski tímabært að við ráðumst í þessa framkvæmd. En það er samt svolítið svona, ég set aðeins spurningamerki við það. Auðvitað væri hagkvæmt fyrir báða aðila ef við getum sameinast þetta, en þá þurfum við að vita nákvæmlega hver áform Suðurnesjabæjar eru uppbyggingu á Rósaselstorgi. Hjörtur Magnús Guðbjartsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, góðu gestir. Allt í gott. Takk bæjarfulltrúi Guðbergur. Megininntak bókurinnar er bara fínt. Eina sem ég langar að mótmæla er að hér sé ekkert verið að vinna að atvinnuuppbyggingu í bænum. Það er töluvert fleira heldur en bara að lóðirnar séu inn á kortasjónu sem er samt gríðarlega mikilvægt og ég vildi óska þess að það væri orðið svo. Mér var lofað einn áðan að þær yrðu komnar inn á morgun, loksins, en sannarlega hefur samt verið unnið mikið með þessar lóðir eins og bæjarfulltrúi Guðbergur veit fullvel að það er unnið með fleiri gögn en einungis kortasjóna. Sviðsstjóri atvinnu- og hafnarsviðs funda reglulega með þeim verkefnum sem hafa verið í gangi og akkurat meðal annars þessi mál. Það eru margir þættir aðrir en bara lóðamál en þau skipta samt miklu máli og skipulagsmál í heildinni í atvinnuuppbyggingu og þær lóðir sem eru lausar það liggur ljóst fyrir í Helguvík. En það væri rosalega næs ef fyrir okkur og fyrir aðra áhugasama sem eru ekki nú þegar í samskipti við sveitarfélagið, þá væri rosalega fínt. Ég tek undir það með bæjarfulltrúa Guðbergi að þessi gögn séu opinber eins og þau eiga að vera, allar lausar atvinnulóðir eins og allar lausar lóðir yfir höfuð, eiga bara að vera opinberar upplýsingar og eiga engin leyndarmál að vera. Við höfum enga ástæðu til þess, við höfum ekkert að fela. Þannig að vonandi rætist þessi sameiginlegi blauti draumur okkar bæjarfulltrúa Guðbergs að þessar lóðir verður bara komnar inn á morgun og þá er það mál leyst. En ég tek heils hugar undir þann part að við fjöllum þessi mál í samráðshópnum. Það eru fá mál sem eiga jafn vel við samráðshópin en atvinnulóðir fyrir Usk og atvinnu- og hafnaráð. Takk. Forseti gerir hér örstutt fundarhlé.
Komið aftur sæl, kæru bæjarbúar sem eru hér að horfa og hlusta. Kæru bæjarfulltrúar, hér tókum við örstutt hlé. Við erum að fara yfir mál nr. 7, óbyggðar atvinnulóðir svar við fyrirspurn. Hér kom fram bókun frá minnihlutanum og vill meirihlutin leggja fram eftirfarandi bókun. Við yfirferð á óbyggðum atvinnulóðum í landi Reykjanesbæjar kom fram að nokkra lóðir hafa greitt öll gjöld en framkvæmdir ekki farnar af stað. Telur meirihlutin mikilvægt að uppbygging á úthlutuðum lóðum fari af stað innan 2 ára. Það sem liggur fyrir nú framundan að kortleggja nákvæmlega tímafrest framkvæmda á lóðunum. Í þeim tilvikum þar sem lóðaúthlutin komin yfir 2 ára markið án framkvæmda mun Reykjanesbær skoða möguleikann á að endurheimta lóðna til að hægt sé að endur úthluta þeim. Eðlilegt er að samráðshópur atvinnu- og hafnaráðs og umhverfis- og skipulagsráð taki máli til sín til frekari vinnslu. Bókun lýkur. Hér hefur farið fram ágætis yfirferð á svar við fyrirspurn óbyggðar atvinnulóðir. Hér liggur fyrir nákvæmt yfirlit yfir þær lóðir. Eins og forseti fór hér yfir áðan, hvenær þeim var úthlutað og hvað byggt á þeim. Þannig að það eðlilegt að fara yfir og það alveg rétt sem hefur komið hér fram að það ekki alveg eðlilegt að liggja á atvinnulóðum í áratugi án uppbyggingar. Þannig að það bara gott mál að skoða það nánar. Þannig að hér eru komnar 2 bókanir frá meirihluta og minnihluta framvindu málsins fram á við. Þannig að hér orðið laust málið ef að einhver vill tjá sig hér. Guðbergur Reynisson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla að fá aðeins að lesa yfir bókunina hjá meirihlutanum. Svona í megin, ég get ekki séð annað en að þetta sé bókun sem ég geti jafnvel bara tekið undir ef að ég má með leyfi forseta. Og bæjarfulltrúar minnihluta, myndu við taka undir þessa bókun með meirihlutanum? Þá vill bara minnihlutin taka undir þessa bókun og ljúkum þessum bæjarstjórnarfundi í sátt einu sinni. Takk. Já, forseti ætlaði að segja stórkostlegt en hér komin önnur að. Gjörðu svo vel, Margrét Sanders og svo Alexander. Forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir, við tökum sem sagt undir þessa bókun og óskum eftir að það verði bókað. Takk. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að koma hérna örstutt þar sem að bæjarfulltrúi Hjörtur tjáði okkur hér að á morgun fengjum við inn lausar lóðir fyrir iðnaðarlóðir inn á kortavefinn og það bara mikið gleðiefni því að ég nefndi þetta nú hérna í ræðu fyrir einhverjum fundum síðan að þá hefði ég verið að skoða vefinn og það voru einungis 2 merktar lausar iðnaðarlóðir í sveitarfélaginu. Þannig að það bara gleðiefni ef að þeim að fjölga núna. Takk fyrir. Hjörtur Magnús Guðbjartsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara til að leiðrétta, það eru sem lausu lóðirnar í Helguvík á því svæði sem ræðir. Ég veit bara ekki stöðuna í öðrum hverfum Reykjanesbæjar en mín spurning var þær lóðir, þannig að bara til að árétta hér verði ekki allt í einu til einhver undraverður fjöldi af lausum lóðum út allan bæ. En það sem sagt í Helguvík sem tölum lausar lóðir sem eiga að birtast á morgun. Kæru bæjarfulltrúar, forseta sýnist að umræðan mál 7 sé
komið ágætt. Hér gleðilegt að það sameiginleg bók bæjarstjórnar, Undur og kraftaverk gerast víst enn. Þetta létt grín að sjálfsögðu. Bara kæra þakki fyrir að taka vel undir þetta frábæra mál. Þetta erindi hér bara lagt fram, hér þarf ekki sérstakt samþykki og hér hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs, þannig að kæru bæjarfulltrúar, hér hefur við tæmt okkar formlegu dagskrá og við munum undirrita fundargerðina okkar rafrænt eins og við gerum á nútímaöld og lýsi því fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar númer 714 hér formlega slitið.